Hvernig ber maður sig að þegar maður ætlar að nota hálfþekkjandi viðarvörn? Hjá okkur það þannig að yfirleitt svona sumarbústaður og fleira notað efni sem svona kúptur, heflaður viður, kúpt klæðning svokölluð. Þetta það algengasta, en einnig erum við náttúrulega með líka bandsagað og óbandsagað og óheflað líka. Við notum eiginlega sömu aðferð við hvað sem af þessum efnum. En ég nú með þennan kúpta panel hér. Við þurfum að grunna þetta vel. Það alltaf frumskilyrði, undirvinnan skiptir miklu máli. Ef þetta verið að gera þetta rétt eftir uppsetningu og ekki komin eitt skítröð annað á þetta, að þá þurfum við ekki að hreinsa, annars kemur hreinsun, þarf að nota hreinsun. Nú, við erum með 2 tegundir hérna í húsasmíðinni. Við erum annars vegar með Gori, bæði grunninn 22 og svo Gori 44 sem yfirefnið. Ástæðan fyrir því að þarf að nota grunn, það það að hann lengir líftíma efnisins. Þessi efni eru talað til dæmis upp til 4 ára ending, en það gerist ekki nema með því að þetta sé rétt gert. Grunnurinn einfaldlega borin á og síðan ber maður á með góðum pensli, Gori 44, og maður gerir það þannig að maður tekur hverja fjöl fyrir sig og ber alveg út í enda. Passa sig á því að vera ekki að bera á þannig að myndist skil. Þetta mjög mikilvægt atriði, kannski á maður ekki að þurfa að segja frá því, en stundum gerast mistökin. Þetta efni þannig að þetta gengur mjög vel inn í viðinn. Það myndar enga húð, viðirnir og kvistarnir, æðarnar sjást mjög vel. Þannig að þetta efni lítur út eins og viðurinn sé ómeðhöndlaður þegar maður strýkur hann. Því að allt efnið á að ganga inn. Við erum einnig með annað efni sem frá Jötun, sem filmumyndandi efni. Þannig að það myndar fallega og flotta filmu, gefur svolítið glans og endist töluvert lengur. En þar sama sagan, það þarf að nota grunn undir. Vísirgrunnurinn gerir það að verkum að hann gengur inn í viðinn og leggst einnig utan á hann. Þannig að má segja það að hann límir raunverulega yfir málninguna á sig, þannig að það myndast ekki flögnun. Þetta að góða við Jötun, hálfþekkjandi viðarvörn. Þegar þessi efni eru notuð, þá þarf að huga að því að það skín ekki sól á flötinn. Það mikilvægt atriði, þetta má ekki þorna á fljótt, þetta þarf sín tíma til þess að vinna bæði grunnurinn og yfirefnið og gera þetta þá frekar þegar það sólalaust þó heitt sé í veðri, en efnið frá Jötun má reynda að nota alveg niður í -5 gráður. Þannig að það engin afsökun að bera ekki á bústaðinn fyrir veturinn þó að sé farið að kólna í veðri. Nú, einnig þarf að huga því að ef endurmálum að ræða, að þá þarf að hreinsa mjög vel með kraftvaski áður en málað er. Nú, frekari upplýsingar þetta að finna á vefsíðu okkar, húsa.is, en eins ég nefndi áðan, fara einnig bara í næstu verslun húsasmiðjunar og þar starfsfólk sem getur sagt allt þetta, enn meira en þú hefur heyrt hér nú.